Komið sæl og velkomin á fyrsta fyrirlesturinn í þessari röð sem núna orðin föst hefð í almanaki fornleifafræðinga og áhugamanna íslenska fornleifafræði. Í þessari fyrirlestra röð sem fer fram á vormisseri og hefur gert undanfarin ár áherslan á að segja frá nýjum rannsóknum, hún heitir það, nýja rannsóknir í íslenskri fornleifafræði, og þetta á að vera vettvangur bæði til þess að greina frá niðurstöðum vettvangsrannsókna þá yfirleitt sumarsins á undan og líka bara almennum rannsóknum sem menn að fást við. Að þessari fyrirlestra röð standa félag fornleifafræðinga, námsbraut í fornleifafræði við Háskóla Íslands og Þjóðminjasafn. Og það Margrét Hrönn Hallgrímsdóttir sem ætlar að ríða á vaðið og segja okkur frá rannsóknum sínum á parti í landi Auðkúlu. Og fyrir þið, ég ætla að benda á að hér búið útbúa dagskrá þessara raðar sem þið getið tekið ykkur eftir því við og hengt upp á ískápinu. Komið sæl og gaman að sjá ykkur svona mörg og takk fyrir að eyða hádegisliðan ykkur að koma að hlusta á mig. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessum skála sem ég er að grafa núna á parti í landi Auðkúlu. Ég fann að kalla þetta svæði heitir Partur og þetta er ekki alveg við bæinn Auðkúlu í dag. Ég ætla að suma að ykkur hafi heyrt mig, ég talaði í fyrra. Þá vorum við búin að grafa 5 metra af þessum skála. Þannig að sumt sem ég segi hafið þið heyrt til þess að koma í fyrra en ég fer aðeins yfir í rauninni allt svæðið. Þið vitum þú öll hvar Arnarfjörðurinn er. Þarna er Auðkúla og Hrafnseyri þegar maður kemur niður Hrafnseyjarheiðina. Og Grýlutóftir eru hérna. Ef maður kemur niður Hrafnseyjarheiðina þá eru Grýlutóftir beint fyrir framann og svo er Auðkúla og Hrafnseyri til sikkur handar þegar maður kemur hérna niður. Og þetta er náttúrulega mjög stór og fallegur fjörður eins og flestir vita sem hafa komið hana. Og hérna sjáum við betur, hérna er Auðkúla bærinn í dag og hérna er þessi Partur en hann heitir Partur af því þetta var þrætupartur milli Tjaldanes og sem er næsti bær og þessi landnámsmaður átti að hafa dvali og Auðkúlu og þeir nytjuðu þetta saman og þetta heitir Partur af því þetta var þrætupartur milli jarðanna. Og þið sjáum hérna skógrækt sem var gróðsett fyrir nokkrum áratugum síðan og er svolítið farin að breiða úr sér og bærinn er hér og þetta er hérna er Dysjagil og hérna eru 2 dysjar alveg við brekkuna. Það er fleira á Auðkúlu heldur en þessi skáli, ég ætla að segja ykkur aðeins frá járnvinnslusvæðinu. Það var það fyrsta sem við rannsökuðum og það er svæði fyrir ofan skálan og þegar jarðabókin var skrifið 1710 þá er svona neðanmálsgrein þar sem segir að það sjáist gjall og syndur á yfirborði og hann svona fyrir veltaði fyrir sér að þarna séu rústir og þarna gæti hafi verið fornbýli áður. Þetta er fyrsta hólan sem við opnuðum á jarðvinnslusvæðinu og hún var 2x5 og þið sjáum bara rétt undir svæðinu, það var alveg kolsvart og þetta var allt fullt af kolum og gjalli. Í þessum litla reit voru 133 kíló af gjalli og í kringum, svo áttum við eftir að stækka meira og í kringum, það eru kringum ofnana sjálfa, þá eru allavega, við erum búin að grafa upp eina kolagröf, það eru örugglega fleiri, þannig að það eru bæði ofnar og kolagröfir þarna. Svo gerðum við könnunarskurð í hús sem er þarna aðeins til hliðar og það er líklegt að það hafi verið hús sem rauðin hefur verið geymdur í. Það var allavega svona rauða, fínsalla rauða leifar í gólfinu. Hérna eru hluti af þessum ofnum sem fundust, frekar litlir ofnar og við vorum svo einstaklega heppnar að það er jarðstrengur eða ljósleiðari sem er lagður plæður hérna í gegn og veltum svolítið fyrir okkur hérna fyrst hvað veri, hvort þetta var einhver tækni við járnvinnsluna en svo komum ljós aðeins dýpra var strengurinn en hann átti ekki að fara þarna, hann var bara settur þarna í óþökk. Þetta var ekki hlýtt fyrirmæli Minjastofnunar lagningu þess. Hérna sjáum þið líka meira en það er eins og hérna á svæðinu hafi verið lagt torf á í rauninni melinn sem er svona jökulruðningur sem er þarna
Og þið sjáu vel hérna sjáu þið í lagi sem safnast við vinnsluna og hérna sjáu þið torf sem hefur verið lagt þarna yfir allt svæðið og hvort sem það er til að grafa ofnana ofan í. Mögulega er allan að þetta, því að það er ofn hér, mögulega þetta hluti bara af veggjunum sem þeir hafa þið nota torf í ofnana. Þannig að svona lítur þetta út, þetta er bara í litlu fyrstu hólunni sem við gerðum. Svo gróf ég könnunuskurð í Þúst sem var þarna og ég var nú ekki farin að nota dróna þá og gerði bara svona venjulegan skurð sem var metr á breidd og 7 metrar á lengd og þá kom ljós mjög slétt torflag og svo komu kött ofan í það sem var bæði torf og svona jökulruðningur og svona fljótlega áttuðum við okkur á því að þetta væri líklega grafir og þá fórum við að skoða þetta eins betur og ég fekk mann sem var með dróna og þá kemur í ljós að þetta er hringlaga, þessi rúst sem sést ekki svo vel á þessi hringlaga svona þegar maður stendur á jörðinni og þetta eru mjög grunnar grafir, það voru engin bein í þeim, kannski hafa þau verið færð eins og náttúrulega tíðkaðist. Hann er 13 metrar í þvermál þessi garður, en hann er afskaplega lítill og pínu lítið hús í miðjunni. Ég get náttúrulega ekki fullyrt að þetta sé kirkjugarður af því ég finn ekki bein, en ég veit það allavega að það er mjög léleg varðveisluskilyrði bein á Hrafnseyri sem er sami ruddi og þetta er grafið ofan í. Þannig að hvort sem að það er út af jarðvegi og beinin sem hreinlega horfin eða hvort það hafi verið fjallað, það veit ég ekki, en mér til mikla líkur á að þetta sé lítið bænhús og kirkjugarður þó ég í rauninni get ekki fullyrt það. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna er gömul loftmynd og þetta fer ekkert á milli mála, þetta er hringlaga strúktúr með húsinu yðinni, réttri áttvísun, þannig að það svona hallast allt á þetta. En á þessari mynd þá sjáum við að það er rétt að byrja skógræktin hérna og hérna sést mjög vel að þetta er leið hérna yfir og þetta er allt skorið að gömlum reiðgötum. Og þið sjáuð hérna skálan, hann er svona dæld hérna, þetta er besta myndin sem er til, hún er frá 74 held ég og frekar en 60 eitthvað og hérna sjáum við svo stóra skemmu sem við erum ekki búin ekki skemmu smiðju segi ég, sem við erum ekki búin að grafa, bara búin að taka borkjarna úr og það var alveg svakalega þykkt svart lag inn í því húsi og svo tel ég að þetta sé fjós hérna. Þannig að þetta sem sést mjög vel hérna á þessari loftmynd. Hérna er mitt kirkjugarðurinn, skálinn, fjósið og svo smiðjan. Og svo sjáum við hérna það sem hérna er túngarður. Svo hérna, lengra í sýningur á betri mynd, þar er líklega annað hús, allavega með gólflegi svörtu. Hvort sem það er seinni tíma eða samtíma. Það er allavega komið ljósa, það er allavega svart gólf í því húsi. Hérna er svo þessi litla rúst í miðju á þessum hringlaga gerði. Afskaplega illa farið, lítið torf eftir. Og hérna er betri mynd af því og hérna er hægt að sjá að það er eins og hafi verið bekkir hérna sikkur megin við svona langsum í þessu húsi og svo var hérna svona traðkað lag. Svo árið 2017 þá tókum við 5x10 þar sem að skálinn er og þá kom í ljós, við ætlum svona, vorum vonast til þess að við svona settum það fyrir miðjuna á þessari dæld að við myndum nú koma niður á langaldin og alveg ótrúlegt sem sagt þá kom hann bara, fyllti hann út í þessa 5 metra og reyndi svo vera meira en 5 metrar á lengd þegar við prófum í sumar. Og þarna kom strax í ljós mikið af gripum, ég held að við fundum 9 perlur bara á þessu svæði í fyrra og þarna sáum við svo líka að það var líklega svona annex eða viðbót við herbergi aftan við skálan eins og er á Grýluduftum. Svo við ákváðum að halda áfram að rannsaka þennan skála síðasta sumar. Og maður er náttúrulega búin að taka góðan dróna í notkun og ég reyni að taka myndir ef það er veður til þess bæði í upphafi dags og lok dags og það er rosalega gott að fylgjast orðið vel með það getur fylgst með þróunin og uppgriftunum og þetta er gríðarlegt töfratæki eins og þið vitið og þetta er hérna svona yfirlitsmynd af svæðinu hérna sjá þetta betur, hann er skálinn og hérna er búið að tyrfa yfir kirkju þar sem kirkjan er og hérna er það sem við heldum að vera kuml reyndi svo ekki vera þessi segi frá eftir hérna er svo fjósið líklega og hérna er þessi stóra smiðja
Og það sem ég ætla að benda ykkur á, sem mér finnst mjög athyglisvert og gera þennan skála mjög sérstakan, þetta er náttúrulega mjög dæmigerður skáli, það er einhver stórkostlegar uppgötanir í sambandi við hann er svona fylgir þessu formi og öllu, en þið sjá hann stendur á Brekkubrún. Og hérna er sem sagt, þetta er Dysjargil, það eru 2 dysjar hérna og sem sagt, það var fólk sem var tekið að lífi 1763 og hérna er skálinn bara alveg á Brekkubrúninni og það er mjög athyglisvert með að það er alveg töluvert landrými þarna, þannig að mér finnst þetta mjög sérstök staðsetning á skálanum. Hérna er kirkjan, hérna sjáum við frá öðru sjónarhorni og þannig sjáum við brekkuna sem skálinn stendur á Brekkubrúninni, þannig sjáum þetta svolítið sérstakt. Hérna er svo auðkúla, dynjandi hérna sérstæðans innar og hérna er þessi skógrækt sem er að svona færa sig upp á skaftið hér og hérna er kaffestofan okkar. Þetta eru fyrstu dagarnir sem við byrjum að grafa og hérna er svona sérst hvar við höfum grafið árið áður og hérna erum við að byrja að taka yfirborðsslagið af. En þetta er mjög grunnt undir jarðvegi þannig þessi skáli. Og hérna sjáum við ég náttúrulega alveg rosalega mikið af svona flottum drónamyndum núna, þetta er ekkert náttúrulega drónamyndir. Það er af sem áður var þegar maður var að klöngrast upp á mjög undarleg tæki til þess að taka svona myndir. Hérna er öskuhaugurinn og hérna grófum við líka og hérna, hann er alveg hérna fram á við. Og það sem mér finnst líka mjög sérstakt við þennan skála, hérna sjáum við náttúrulega flottan inngang með hellum og hérna er bakherbergið og gólfið í því og aðeins byrja að koma og hérna er líka, hérna stoppar vegkurinn og svo stoppar hann hér og svo eru þessar hellur hérna. Ég er náttúrulega, skálinn er hálf grafin, það er eiginlega ekkert komin í gólf, það er svona aðeins að byrja að koma á gólfin. Þannig að það er svona gríðarlega mikið sem á eftir að koma í ljós, vonandi núna í sumar, en mér finnst þetta hérna mjög spennandi og hérna hvort þetta er inngangur þá í gafl eða hvort þetta er renna eða hvað þetta er, það vonandi kemur í ljós. Þetta er svolítið sérstakt, við töluðum alltaf að þeir fara með rusli, að þeir henda því hérna niður, það er svona útgangur til að fara út með rusli. En hérna, þetta er eitthvað svolítið sérstakt hérna, sem gerir það svolítið frábrugðnari öðrum. En hérna ennþá fleiri drónamyndir. Ykkur leiðist ekkert að sjá svona fallegan skála hérna, frá öllu sjónarhornum. En hann er, eins og ég segi, hann er bara hálfgrafinn, blessaður. Svo er svona hérna í kring, er svolítið athyglisvert, þið sjáu að það er allt mjög svart hérna í kring og hérna var hóla, sem er búið seksjóna hérna með grjóti og kólum í og við erum aðeins eftir að átta okkur á hvort þetta er samtíða skálanum eða hvort þetta er eftir eða áður. En náttúrulega, ef þeir eru líklega að vinna járnhann á sama tíma og þeir búa þarna, það er ekkert skrítið við sem höfum grafið öskuhaug og járnvinnslu svo við vitum að það er þvílík hérna svart drulla sem fylgir því og ef þeir eru að vinna hérna á sama tíma þá er svo sem ekkert skrítið að þetta berist, það er svart hérna í kringum allan skálinn. En við erum aðeins eftir að átta okkur á samhenginu á þessu hérna sem er fyrir utan. Og hérna sést þetta svarta. Hérna erum við búin að opna lengra því þið sjáum herbergið, við þurftum að stækka svæði til að ná herberginu fram. Hérna er líklega sáfar og svo eldurinn í miðju og bekkir og inngangur og svo er náttúrulega, hérna er að koma fram eitthvað mjög spennandi í gólfinu sem er vonandi eftir að skýra hvað hefur farið fram í þessum endanum á skálanum. En í rauninni eina fasta sem við höfum það langt fyrir eld og bekki og svo eftir að átta okkur á rauninni endunum og svo herberginu þarna aftan við. Hérna svo teikningun er svolítið grófa því ég tók þetta beint út úr, þetta er miklu stærri teikning heldur en að þetta er inn í teikniforriti. En þarna er sem sagt steinarnir og það hefur verið miklu betra að hafa hana svona meira stækkaða og þetta er bara vinnuteikningin eftir sumari. Hérna sjáum við svo samanburði við skálan á Grýlutóftum. Hann er náttúrulega minni, hann er 14 metrar og þessi sem er þarna er allavega 23 metrar, það gæti farið upp í 25 metrar, þetta er svolítið óljósur endan á honum ennþá. Þó ég telji svona hans í 23, þá sjáum við þetta svo sem svipa form á byggingum en töluvert munur og stærð. Og skálinn er svona mjög dæmigerður í rauninni frá 10–11. öld. Ég kom með eina C14 greiningu úr koli í langöldinum í fyrra og það kom 800, þess að 9. öldin var þar í. Þannig að það er nú ekki
mjög áræðilegt náttúrulega, en núna í sumar að við fengum svo gríðarlega mikið af góðum beinum úr öskuhaugnum að þá verður sendt núna bara, ég er að fara að senda í greiningu sýni sem að gefa manni þá betri aldursspil, en svo með við gripina á annað og byggingalagi þá finnst mér svona líklega að þetta sé tímasetning, að það gæti hafa verið byrjað að búa þarna fyrr. Það eru jafnvel vísbendingur að sé eitthvað eldra þarna undir, en það kemur þá vonandi í ljós. Svo fundum við bæði svona axarskaft og gríðarlega stóran meitil, hann var alveg heill, ég hefði getað notað hann, alveg solid járn og það var eiginlega í yfirborðslæginu, þannig að það er spurning hvort þér eitthvað að dvelja þarna, það er ekki ofan á gólflæginu, það er svona aðeins í svona þessu lægi sem lá yfir skálanum. Og svo framhaldið sumar, hann er náttúrulega hálfnaður þessi skáli og við ætlum að reyna að ljúka við hann í sumar og halda áfram með öskuhauginn sem er mjög spennandi þarna á brekkunni. Og hérna sjáum við einmitt hvernig hann er hérna, við erum búin að taka með 1 metr hérna niður og svo vorum við byrjað hérna næstu strippu og það væri mjög athyglisvert að ná honum öllum ef það er raunhæft, af því það eru svo góð varðveisluskilin á beinunum og hérna nema hérna neðst, það náttúrulega rennur vatni frá beinunum hér, þessi hent, það eru svolítið morki hérna alveg neðst. Annars er þetta hvert einasta smá fiskibein og fuglabein varðveitist og við sigtuðum allt og tókum hvert einasta bein, þannig að þetta var á ekkert að hafa farið fram hjá okkur. Og hérna sjáum við einmitt öskuhauginn. Hérna er að byrja svolítið á annari og hann virðist vera að feita út hérna og virðist vera meiri hérna. Þannig að hann hendur við þessu niður. Og hérna er svona önnur af öskuhaugnum. Þetta er hluti af beinasafninu, mjög fjölbreytt úrval af beinum þannig, það voru fiskibein og fuglabein og hvalbein og húsdýrabein og svo náttúrulega svona einstaka gripur sem við fundum hann í og við tókum allt og þetta var allt sigtað alveg hendi. Hérna sjáum við það var mikið af eldsteini og svo þessi hérna sem ég finnst svo mikið af þessum hérna steinum og mér finnst þetta svo athyglisvert, þetta er í ruslahaugnum, hvort að fleiri hafa fundið þessi steina, þetta er bara þessi glerhella og hérna hver þá tilgangur að vera, það er mikil harka í þessum steinum, ég held að ekki að það kveiki í með, þannig að mér finnst þetta mjög spennandi hvað þessir hérna er að gera, af því þeir eru eiginlega eingöngu í öskuhaugnum, sko. Það er ekki svo að þetta sé einhver að safna steinum og týnast í gólfinu, heldur faraðir út með dótinu úr eldstæðinu. Hérna fallegu beinbrjót sem var hann í ruslinu líka. Og svo var það kumlið meinta, við opnum hann að stærra svæði og það leið bara ennþá meira spennandi út og svo fórum við að teikna þetta og fórum við að taka og þá var bara ekki þarna, þannig að þetta er svona stundum er ekki það sem maður heldur og engin merki, það er smá svart lag hérna sem er bruglega bara svona eftir járnvinnsluna hann í kringan, það var ekki nokkur hlutir sem að benti til þess að hafi nokkur tíma verið maður hérna og hérna, þó svo þessi léleg varðveisluskeriði beina þá var bara rétt hana undir þegar þessi myndi tekin þá var alveg, kom ekki múrskeinið niður, sko, það var svo þjappaður jökulruðning, þannig að það var ekki kuml þarna, það var ekki þessum stað. Og hérna er svo hluti af gripasafninu sem fannst, bara smá hluti, ég held að þessu konar 14 eða 15 perlur og hérna sjáum við hérna meitil sem er mjög flottur, þungur og í svo góðu formi að það næstu hægt að nota. Og hérna svo eru bara mjög dæmigert gripasafn úr svona skála sem að finnst, en þá vonast þess að finnst kampur, ég hef aldrei fundið kamp og hérna, annars er þetta hnífar og snældursnúðar og perlur og bara þetta sem og naglar og þetta sem að maður á von á að finna í þessu konteksti, fleiri perlur, fullt af perlum. Ég tók ekki náma smá brot af þeim. Og þarna er hnífur í sitju, voru 2 eða 3 hnífar komnir og brýni og þetta venjulega. Svo fannst þessi hérna gripur sem meðist voðalega fallegur, þetta er silfurhringur og var í gólfinu á hérna, bakhýsinu. Bara ofsalega fallegur gripur.
Og svo höfum við reynt að miðla, við vorum með fornleifadag, það sem var opið og við vorum með fyrirlestra og gríðarlega, þetta svakalega góð mæting á Hrafnseyri og í Arnarfjörðin. Þess að fólk komið frá Ísafirði allavega þessa leið, sem klukkutíma akstur, og fá allt þetta fólk á þannig dag. Þetta bara svona eins og 300 manns í reykvísku samhengi og mjög vel hefnaði dagur og mikið fólki sem kom. Og við mjög gaman að fólk fyrir vestan skuli vera svona áhugasamt þetta. Við erum búin að setja upp 2 skilti á Hrafnseyri sem kynna niðurstöður þeirra rannsóknir sem hafa farið fram þar og vonandi verður hægt að miðla þá svo í framtíðinni ennþá meira þessum niðurstöðum sem koma fram. Í rauninni, eins og ég segi, þetta það sem gerist í sumar, en skálinn bara hálfgrafinn, þannig að það örugglega eftir að koma mikið í ljós í viðbót. Það bara hálf sagan sögð með þennan skála. Samhengið þessum skála mjög athyglisvert af því miðað við bæði hvernig hann staðsettur og þetta járnvinnslusvæðið þarna í kring og þannig að svona yfir allt þetta svæði mjög spennandi og þannig að það verður svolítið gaman að ef það fær styrkur í áframhaldandi rannsóknir að halda áfram og klára hann í skála og mögulega taka svo síðar fleiri byggingar þarna, sérstaklega þessar gríðarlega stóru smiðju sem þarna niður á túninu sem lítið þá tengjast járnvinnslunni náttúrulega. Og svo þessi öskuhaugur og efniviðurinn í þessum öskuhaug svo gríðarlega mikill og oft að svara mörgum spurningum, þannig að ég mjög spennt fyrir að taka sem mest af þessum öskuhaugi upp af því þeir finnast ekki alltaf og í mismunandi standi. Þannig að þetta ég ekki með langan fyrirlestur í dag þetta, en það þeir náttúrulega öll í hádegisli og þetta bara helmingurinn búinn af þessari parti af þessari rannsókn. Og mér bara þakka fyrir mig og bara ef það einhverjum spurningar þá já.